Finnur, söguleg stund, sigur í dag. Hvernig eru tilfinningar innan með þér núna? Ég er bara fáránlega stoltur af þessum hóp drengja. Hvernig hann hefur vaxið frá því einmitt fyrsta leiknum mútið Svíþjóð heima á Íslandi og hvernig hann hefur þjappað sér saman og gert bara alltaf betur og betur með hverju leiknum. Þessi leikur í dag, eins og margir, þið byrjið illa, komið síðan tilbaka. Hvað gerist hjá okkur? Ég held bara náttúrulega eins og við undur leikum. Okkur langar þetta svo mikið og við viljum berjast og við viljum gera svo vel og stundum hefur það öfug áhrif í byrjun en svo þegar við lendum undir þá kannski bara þá er ekki lengur tækifæri að hugsa, þá bara látum við vaða á þetta og Breki kemur inn með tvo risastóra þrista á bekknum og svona kemur okkur svolítið í gang og eftir einhvern veginn byrjunina á þriðja leiknum þá var eiginlega aftur í snúið. Seinni hálfleikurinn, fornáttelni í hálfleik með einhver 20 stig, var ekkert erfitt að halda mönnum á jörðinni? Já, við erum ákveðið planið. Okkar plan er alltaf að halda leiknum jöfnum fram í fjórða hálfleik og springa þessu út, þannig að við vorum bara áætlun og taflan sýndi eitthvað stigaskora. Það var ekki það sem við fókusum á. Við ætlaðum að halda áfram á fullum krafti og setja okkur í stöðu fyrir fjórða hálfleikum til að eiga möguleika á sigri. Og við náttúrulega báðum manna tvær góða körfur strax í byrjun og mér fannst svona Svíarnir hálf brotna við það. Þessi árangur hjá okkur í dag, þeir eru komin í 8 úrslit, 8 bestu liðin í þessum árgangi. Þetta er risastórt. Þetta er einfaldlega því besti árangur sem að íslensk körfuboltalandslið hefur náð á móti í körfubolta. Bæði það að hafa tryggt okkur áframhaldandi veru hérna og að koma okkur inn í 8 úrslit með þessum risaþjóðum. Stóra markmiðið náð og núna allt sem við gerum hérna er bónus en við erum ekkert hættir, við berjumst og gerum allt sem við getum til þess að komast áfram og við höfum séð áður að öskubörku hlutverki fer okkur ákveðlega. Það er eina sem við munum gera, við munum halda áfram. Á morgun er það annaðhvort Ísrael eða Ítalía, unnum Ísrael og töpum hvað með einu fyrir Ítalíu, þannig að það er ekkert víst að þetta sé búið. Ég meina þessu segi, við teljum okkur eða sens í öll lið. Þessi 2 leikir sem við töpum stórt í þessu móti og í undanbúningsmótunum fyrir, það eru 2 leikir sem við svona ákveðum að rúla með á liðinu, þannig að við trúum því að við getum spilað með hverju sem er.